Hópur auðmanna stærsti jarðareigandi landsins. Þeir hafa eignast upp undir 100 jarðir víða land með ýmsum réttindum. Fasteignafélagið Lífsval sem í eigu nokkurra auðmanna nú langstærsti jarðareigandi landsins að opinberum aðilum frátöldum. En fyrirtækið hefur verið stórtækt í uppkaupum á jörðum og á nú rúmlega 3500 hektara lands. Þorbjörn Þórðarsson segir frá. Fyrirtækið Lífsval langstærsti jarðaeigandi á Íslandi, en fyrirtækið á hvorki fleiri né færri en 72 jarðir og sumarbústaðalönd. Lífsval í eigu nokkurra auðmanna, en auk þeirra á Landsbankinn tæplega 20%, en auk þess með veð í mun stærri hlut. Í stjórn félagsins Jón Þorsteinn Jónsson, fyrrverandi stjórnarformaður Byrs, sem var einn eigenda fjárfestingarfélagsins Saxhols, Ingvar J. Karlsson, stjórnarformaður K. Karlssonar, Guðmundur A. Birgisson að Núpum í Ölfusi, Hermann Már Þórisson sem situr fyrir hönd Landsbankan í stjórninni, Ólafur Ívan Wernersson tæknifræðingur og Gunnar Þorláksson. Lífsval fjárfestir í landi með gögnum og gæðum að engu undanskildu. Þar átt við vatnsréttindi, há- og lághitaréttindi, mikla víðáttu, stang- og skotveiðiréttindi, námuréttindi og sjávarréttindi. 2 jarðir félagsins á Suðurlandi, 32 á Vesturlandi, 8 á Vestfjörðum, 7 á Norðvesturlandi, 15 á Norðausturlandi og 8 á Austurlandi. Fyrirtækið á meðal annars kúabú sem samtals eiga á aðra 1.000.000 lítra mjólkurkvóta eða rúm 1,5% af heildarkvótanum. Kvótin þessi skráður á 3 jarðir. Hver prósent af mjólkurkvótanum þýðir hátt í 50 milljónir króna á ári í beingreiðslu frá íslenska ríkinu. Ef Landsbankinn tekur félagið yfir, verður það í reynd íslenska ríkið sem greiðir ríkisbankanum Landsbankanum beingreiðslur vegna mjólkurkvóta.